En það búið að sína útsendinguna, ekki? Góðan daginn. Já, heyrðu, þá erum við mættirinn aftur í leik nr. 2 hér í dag. Vel byrjað. Já, við erum... Já, við þakkum Dilja og Gíu kærlega fyrir að vera á kamerunni sem voru að spila henni rétt á hann. Og óskar til hamingju með 23-22 sigurinn sem ég spáði. Stóðu sér vel. Heyrðu, hérna... Stóðu sér frábærlega. Það sem á að skora hérna fyrir Fjölni. Staðan er 3-0. Það eru... Eva María. 28. Sædís. Og 12 sem er Kristján, eða ekki? Jú. Og hérna ég ætla að hlaupa yfir byrjunarliðin hérna Kristjana Marta, nr. 12, nr. 17 Ólöf Ásta, nr. 8 Anna Greftsova, nr. 28 Sædís Friðriksdóttir, nr. 10 Guðný Bergsdóttir, nr. 11 Ragnar Snorradóttir, systir þín. Já. Nr. 27 Anna Helga, nr. 6 Alexandra Ívalú, nr. 5 Eva María, nr. 23 Hafdís Birna. Sleftur út nr. 10 kannski? Nei, ég sagði hana fyrr á undan 11. Hver skoraði þetta? Ég sá þetta ekki. Ég vil segja að það verið leikmaður nr. 6, ég veit það ekki. Sást þú ekki að... Það svo það enginn... Já, við sjáum þetta hérna. Við erum í smá panik hérna, það var erfitt að koma hljóðinu á eins og alltaf. Það var vinstri skytta sem skoraði þarna, það er ekki leikmaður. Nei, við erum aðeins hérna... Gæti að voru eitthvað klippingar, ég meina. Jæja, Fjölnir í sókn hér. Þú fylgist með þessu, þú fylgist með leiknum. Jú, þetta var vinstri skyttan. Vinstri skyttan, 15, já, leikmaður 15 sem skoraði. Jú, 15. Svala Svavarsdóttir. Nr. 12 hjá K.A. Þóri Heiðbjörn Guðmundsdóttir, nr. 9 er Lísbeth Perla, nr. 6 er Katrín Ólafsdóttir, nr. 11 er Karolína Halldórsdóttir, nr. 15 er Svala Svavarsdóttir, 24 Anna Þyrí Halldórsdóttir, nr. 22 Guðlaug Hrafnsdóttir, 71 Kristín Helga Auðunsdóttir og nr. 17 er Helena Tómasdóttir. Og já, og það er Ragnar systir þín að skora. Leikmaður nr. 11. Já, þú ert að missa það er gott stanni 4-1 eftir 7 mínútna leik. Og sem fyrir þjálfari K.A. Stefán Guðnason og honum Þorvaldur Þorvaldsson. Sástu sendinguna? Já, Sara Sigurnáttli í markinu. Hún er þetta ekki á skýrslu hérna. Kannski skemmtilega að hafa hann á skýrslu. Tja, já, það getur skrifað vörslunar á hana. Er það ekki bara skemmtilega? Varð hún á hana? Já, hún varði, já. Kom meitt varðið hérna, Sara Sif, en það kannski bara upp á skýrsluna, hún sé á skýrslunni. Kölluðu það niður eftir. Já. Tók smá tíma að prenta þetta út, þetta hafðist. Kannski meina fyrir mig líka? Nei, ég alls ekki, við getum bara, við erum að deila henni bara. Já, þú veist, ég ætla að vera með það undir. Já. Nei, þetta er gamla bara, þetta fór allt í. Ég skal geyma þetta svo ég geti skrifað á spárnar mínar. Já. Ég er alltaf að spá eitthvað. Einmitt, spá í bolla, nýja K.A. bolla minn, ég er alltaf að spá í hann. Skot framhjá. Það var Svavars. Leikur náðan fór sér 23-22 fyrir Fjölni 1 á móti K.A. Þór 1 og nú er Fjölni 2 á móti K.A. Þór 2. Þetta er þessi liður í jöfn í stigum í deildinni. Já. Ég var að skoða þetta. Bæði með 8 stig minnum mig. Kristján ætlaði að stela þarna, var aðeins og sein í boltan. Já. Spurning hvort að K.A. Þór hefði getað að refsaði með aðeins. Já. Þú veist, við vorum búin að vinna mannan í þessu. Hefði getað það. Já. Þetta er varinn. Er þetta varið? Nei, boltan var leiðin frá markinu og boltan í sig. Áfríkast. Hér eru Albert Garðar Þráinsson og Karen Þorsteinsdóttir að dæma. Áðan voru Svenni Þorgeirs og Helgi Kri. Og það er oft sagt, en Fjölnir skartar mjög sterkum dómurum. Já, Stefán Guðnason var ósáttur með síðustu 5 mínútur á hann í leiknum. Það var ósáttur með síðustu 50 sko. Eins og Hirði Stjóna var hann ósáttur með síðustu 50. Hann sagðist að vera sáttur með fyrstu 55, sagðum eftir leikinn, núna niður á hann. Já. Það voru ákvarðanir sem voru kannski fjall ekki alveg honum eða þeim í hag og við sögðum það sem alveg í útsendingunni, það voru nokkur dómar sem voru ekki alveg á okkar mati réttir en það dómarnir taka ákvarðan í mómentinu og þetta er erfiðar út á gólfveldun hér uppi. Alltaf hreinu hérna. Mjög skrítið að það sé ekki búið að gefa okkur að borða hérna en það er annar mál. Ertu að grínast? Það er sko tonna einhverja kleinliþingjum að drasla frammi. Já, bara greinilega bara fyrir Diljá. Hún gefur ekki með sér. Við fáum okkur eftir í hálfleik. Við fáum kannski bara í hálfleik. Berlína bollur með karmelónagur. Ég
Ef það verður ekki búið. Ef það er alveg klárast, þá Ef það kemur verður með búið, Kleinring þá bara, Áttabjörn. þá fór hann græti ég. Þá grætur Það Bergur. kann ekki gert. Já, Karen gefur fríkast. Vægt brot, en brot, enga sigur. Já, já. Það er hérna, já, staðan er 4-1, þetta er annan leikurinn af 3 og svo spilast hérna Fjölnir 1 á móti KA í þriðaflokki kalla fyrstu deild hérna eftir. Hann er svona 15:30-ish, hann gæti verið 15:40. Þetta er Já. skref. Ja. Þannig að ég er að fara að komast þeim bara eitthvað 6 leiti. Já, 5 En ish. svo pottur, ég meina, Já, 6, fyrsta Já. lagi. Já, ef þið verður með eitthvað komment og getið hitt mig í pottunum eftir já, einmitt. spilleik. Já, Alla Ívalú hérna. Alessandra Ívalú með Leikmaður númer 6. fyrsta mark. Númer 6! Bergur, nei, ekki núna. Já, það er, Já, þú og Alla deilir númeri. já, og ég og líka Þetta er sami Ólafsdóttir. búningur eða ekki? Þú er, já. Við Já. spilum jú í saman búning, hann var svona Já. gengur. Vá, veistla, takk. Bergur, gjör svo. Já, ég er góður, ég er karmelmaður. Við erum að negla hérna Settist mikið súkkula á mækinu og negla gítur. Kleinringi í mækinu hérna. Vel var ég á Söru. Ég þakka Dilja og Kella fyrir þessa sendingu. Ég get ekki lýst á þess að fá mig Kleinring. Það er bara, já, hvað getur maður gert á þessu kleinring? Já, bara svoleiðis. Maður verður að lifa hérna. Og Já. Sædís hérna skiptum stöðu við Kristjánu. Ekki til plassi. Sýstu þín alltaf í horninu. Já. Anna Helga hana. Komin í, þessi var hans minni bara. Já, Spurning hvort hún hefði driplað svolítið snemma þarna. já, hugsalega. Við ætlum bara að kritisera það sem hún gerir í dag. Klárt. Ekkert verið að hrósa. Nei, 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 nei. Ég skal hrósunni. Nei, 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 nei. Nei, ok. Ég stjórna mæknuðinu, sko, ég get bara slögt það. Ok. Takk fyrir það. Ég kann ekki á þetta borðið hérna. Vel stólið. Hún lítur að skora. Já, Vel gert. þetta er... Leikmaður 15. Svala Svavas. Gekkja nafn. Já, með vaffi, ekki effi. Maður sér Svavas. stundum Svavars með effi. Ha? Biggest Loser þetta er eitthvað með effi. Svafar? Og eitt sem er í Hagkaup heitir Svafar. Er það ekki bara stafsningu held að? Nei, nei, nei. Svafar? Já. Ok. Kristján Gaugur, hefur heyrt nafnið Svafar með F-i? Ok. Já, nákvæmlega. Ok, ekkert mál, fyrir ekki það. Í Hagkaup líka. Ég hef bara séð Svafar með Svafar eitthvað skrítið en ég byrst afsöngunar ef einhver Svafar er að hlusta þá bara flott. Ekki verða það reyðir. Nei. En svona fyrir þetta hvernig fólk segir það kannski segir það bara Svafar með F-i en ég segi ekki Gígja, Svafar. ég segi Gígja. Kík. Gígja. Guðrún, Gígja aðaldur. Gígja. Kíkja. Það er Gígja ætlar að kíkja. Réttur framburður. Gígja systir Karnar. Og ekki systir... Alls ekki systir Karnar Birnisson. Já, þú varst að tala um það. Svafa er til, já. Þannig að Svafar hlýtur það til. Já, það er búið að googla þetta fyrir okkur. Kristján Gaugur er ekki í Kína, þá mætti hann ekki googla. Já. Helena Tómasdóttir með fyrsta markið, hún spila líka leikinn í náðan. Ef þú ert ekki fastur leikmaður í lið 1, þá máttu spila með lið 2. Já, hún var aðeins með frá sér á. Já, hún var svolítið hörðið ná, já. Ólaf Ásta spila með báða liðum hérna hjá Fjölni í dag. Hún var samt ekki bókstallega með frá sér svo sér hennu. Svafar, já. Svafar er til, hann með F-i. Þannig ég byrðist bara afsökunar allir þeir sem heitir Svafar að hérna, ég vissi ekki að vera til. Endilega. Og þeir sem já, ég er bara að fá myndir á okkur svöfurum Svafar Gylfason í Móttumans. Eins og ég segi það er gott að Kristján Gaugur er ekki í Kína því það er hann ekki getað að nota Google. Já, þeir sem mistu það þjáðan þá fóru í gegnum langan ítarlegan lista af vefsíðum sem er bannar í Kína, það er Google, það er YouTube, það er Facebook, Twitter, Instagram, X-videos, X-videos, það er allt bannað í Kína, en þeir borða hundaðar samt. Já. Í Kína spísitu hundu, það segja þér í kvæðinu, og geggjur sending, ok. Aðeins og stutt. Og leit vel út, þetta var svona NFL-sending. Leikmaður nummer 6. Númer 6. Mari Ólafs með... Deili búning með Bergi Snorra inni. Hvað heitir hún? Katrín Ólafs. Katrín Ólafsdóttir. Ekki Mari Ólafs. Ekki Mari Ólafs sem er þremenningur móður minnar. Já. Eins og eðlilegt og það er. Í sömu línu og mamma þín. Ha? Eru það í sömu línu og mamma þín? Sömu línu? Já, í ættatrenni skilur. Já, örglega, ef þetta er svoleiðis, ég kann ekki á það sko. Ekki heldur. Mamma mín og Arnór Bjarki Gunnlausinni er fótboltakappar, þau eru líka þremenningar. Hvað þýðir það? Voru þá langömmur þennar vinkonur eða eitthvað? Þú veist hvað? Ég veit ekkert hvað þýðir. Það eru voru í sama bekk. Já, voru í sama... Já, þekktu stelpur sem voru í sama grunnskóla
bara ekki sama tíma. Hittust á Samfés. Já. Ég þarf að skrifa, þetta svona uppistandsskrín með þremenningarna, ég ætla að skjóta hjá henni. Hvað varstu með áðan líka? Það var svakalegt. Hvað var það aftur? Já, The Big með Crap. The Big Crap. The Big Crap. Crap. Svo gerir svona, já. Crap. 1930. Financial Crisis, nei. Crisis. Segð það bara, það svona kreppa. Þremenningar, játt og Langömmur, þetta gott uppistandsskrín. Langömmur, þeirra vinkonur. Þið heyrðu það fyrst hér. Heyrðu þetta grín fyrst hérna, þetta uppistand. Byssan óhefluð. Svo getur við sett þetta á Twitter og svona þennan miða. Þið ert búin að meika það með þessu. Það bara svoleiðis, hérna skrifa þetta bara með öllum villunum hvernig ég skrifa hérna. Ég er svo lélegur þegar ég skrifa svona. Að skrifa alltaf ón í stafinn að þetta verður svo ljótt. Þegar ég skrifa jólakort og svona, það verður alltaf ógeðsleg. Og einhvern veginn ef ég henda alveg jólakortum sem ég þurft að skrifa upp aftur og þau verða verri og ég akkur hendi ég fyrra. Það var svona kannski einn stafi vondar og svona fyrst á svona kannski svona T og svo bara ilhamingju skilur bara hræðir eða svona eitthvað kæri Sölvi og þá kemur vaffið eitthvað og þá er ég búinn að krota einn staf sér þetta er bara ógeðslegt kæri Sölvi með F-i Ég verður hugsað að maður gerir þetta með blíjant. Nei, það er ljótt. Herðu, en að leiknum staðan er 5-3 hérna. Það er ljótt á þetta. Þetta er kæri Sölvi með F-i með þessu. Sýndi þetta fyrir myndalina, sett þetta fyrir fram myndalina. Ég veit ekki hvort að sjá, nei við sjáum þetta ekki svona nátt. Hún er svo góð eftir. Sett þetta fyrir fram myndalina. Það varið, leikmaður Já, það er leikur í gangi. Já, Heiðbjörg Guðmundsdóttir með varið skot. Ég ætla aðeins að kveðja, 2 sek. Já, þetta klósitið eða? Nei, ég ætla Ó, Kristjana! Kristjana með annað markið sitt. Já, Karen vil hafa þetta í lagi, biður að koma bara til sín, komið stelpur. Karen er vingjarnleg stúlka, vel gert þarna. Staðan er 6-3 fyrir Fjölni. Það eru 16,5 mínúta liðin af leiknum. Þetta er sett lið 2 hjá Fjölni og K.A. Þór í þriðja flokki kvenna, ég held að séu annarri deild. Já, ég get komist aðeins. Já, það eru með jafnmörg stig, sagður áðan held ég. Kristjana og glæsileg vörn hérna hjá Önnu Þyri Halldórsdóttur. Já, það eru í annarri deild. Löng setning sem að klikkar. Þannig að Kristján Gaukur að vera með í mynd, sá ég. Já, það. Já. Getum við séð hérna, snærðu þessu hérna, kemur þetta í mynd eða? Ég var að sína hvað ég skrif illa jólakort og svo er ég að skrifa hérna nýtt uppistandsskrín. Þannig að þið sáu þetta fyrst hérna í Fjölni TV. Þremenningar langum með þeirra vinkonur og The Big Crap ár 1930. Þeir sem voru að horfa á síðastu leik, heyrðu það fyrst. Já, þannig við tökum til hver einust útsendingu. Kristján Gaukur alltaf var uppi í The Big Crap ár 1930 og upplifið vonda tíma, allt var svartkvítt og ekkert sjónvarp nema 50 dögum. Allir kalla með svona hatta. Allir með hatta, já, allir í svona hestvögnum og svona. Já, og svo kemur með svona stórt útvarp. Nú veit ekki, nei, Krist, það er að koma ára síðan. Vá, ok. Heyrðu það sem við vorum að segja? Já. Og vel, góð hreyfing. Kristján er í teig hérna. Já, Albert ætlaði þetta með þetta en hann svona. Já, Albert Garðar er svona, hann er óákveðinn. En hann hefur alltaf rétt fyrir sér svona. Ég sagði það klárlega. Já, ég er ekki að segja þú hafi ekki sagt það, ég er bara svona. Nei, nákvæmlega. Bara svo fólki heima að vita. Hann tekur ákvörðunum kannski 2 svar, en seinna skiptið er alltaf rétt. Það er hárið þetta. Kristján Gaukur ruglunni hér og Gíkja góða á kamerunni. Gitja, já, þetta er Hammer frá Svölu Svavas. Þetta er svo geggja nafn, hún verður að vera listamaður. Svala Svavas, hún getur bara dagskrástjóra FM. Pappinar heitir eitthvað, Friðrik eða Tómas eða eitthvað. Þetta er listamanna. Já, það sé ekkert Svavas. Nei, getur ekki verið. Það er undar mjög fyndið að pappin heitir bara Friðrik, já. Eða Svafar með F-i og þetta Svavas er bara listamanna. Svala Svafars. Nei, það er ekkert pláss fyrir hérna FM. Nei, Svala Svavas hérna. Já, heyrðu þú, dagskrárstjóri. Svafar. Þetta er of gott. Svafar, ég ætla að skrifa Svafar hérna hjá mér. Það er alltaf að fæða nýtt grín með stór F-i, Svafar. Það er alltaf að gerast inn í beinni útsendingu hér í Fjölni TV. Sjónvarpsbæta landsmanna. Hvað segir þau? Flottu bolta hana. Já, ég skrifa hérna. Stærra F ofan á, það hefði gamla F-i. Já, glæslegt, Ólaf Ásta.
Ég ætla samt að skrifa hjá mér Sofar og hérna svo ætla ég að skrifa Svala Svavars Játt á starf Svala Svafars Játt og dröllaðir í burtu. Já, þetta er nýtt grín að fæðast hér. Þetta verður í næsta uppistandi, þannig að bókið mig á árshátíð í mars eða eitthvað happening í mæ eða apríl eða eitthvað. Ég er alltaf klár. Alltaf klár. Glæsilega varið. Sara sig með 3 varin. Ég get sagt okkur það með vissu, þessi maður myndi mæta sko, getur hringt í hann bara klukkuskilur bara hádegi cirka. Og það er mættur klukkan 3. Já, bara það er hérna herrakvöld. Já. Ég fekk nú herrakvöld Fjölnis hérna síðast á var ég með mjög lítið fyrirvara. Þú fékkst það bara samdægurs. Já, og ég fekk það reyndar ekki samdægurs, en hérna einmitt, já, glæsilega gert. Það er þú sem ert að túlka þetta eins og já, þú túlka þetta eins og vilt bara, ég sagði að ég hef ekki fengið gig í samdægurs á kvöldi áður. Ólöf Ásta með annan faks, já, einmitt, sama sólarhring, já. En hérna, já, ég tek að mér skemmtanir og hef gengið vel núna undanfarið og vil endilega gera meira. Já. Þannig að alltaf með augu og eyru opinn, þannig að hérna, eru náttúrulega sjálfkrafa opinn. Saman að þú fáir að samdægurs. Já, við erum að láta loka á Berg hérna. Hann er komin í SS-hitt eftir að fá sér Berlínabólu. Sigurinn að fara í mig. Já, sigursjokkið og spenntu vandalega fyrir tvöföldum ófærið þætti í kvöld. Við erum tvöföldið þáttur í kvöld, svo frakkar sem sína morgun, lokaþátturinn síni ekki þáttin á undan okkur. Það átti bara fyrst að sína einn en ákvað sína 2 til að vera ekki á eftir Frakklandi. En það er gaman að sína 2 þættir. Ef ég horfið á þættina í kvöld. Ég lakka til að sjá hvort að Eiríkur hafi drepið Þorgrím eða hvort að Litháen hafi tengst þessu eða hvort að skipstjórinn á Norrænu sé eitthvað að viðriðin. Og hver gerir snjókallinn og allt þetta. Ef ég horfið á þetta í kvöld. Hver er Bárður? Ef ég horfið á þetta í kvöld þá er ég að þrefalda magnið af þáttum sem ég séð. Já, það er bara, ég mæli með því. Það er gott að sjá bara endin, já. Sjáðu bara endin sér. Horfðu bara síðustu 10 mínútur. Bara, já. Hvað er þessi kreditlisti? Já. Hver er þessi balkásar? Nákvæmlega. Já, Stefán hér leiðir leikmann sinn Karolínu Halldórsdóttur út af. Og þá kemur leikmann nr. 9 inn á Lísbet Perla Gestsdóttir. Það er spurning hvort það sé líka listamannanafn. Kannski heitir hann Gests með D en ekki Gests með T. Já, hún var starfsmann síðu og síðustlega. Já, alveg rétt hér. Ég tók eftir þessu líka. Já. Og sæti, svo það var einn. Vá, skot. Við vorum að fara yfir hvað Svafar var í skrítinafn með FI. Ef þú heitir Svala Svava, svo fengir þú starf á FM. Ef þú heitir Svala Svafars, þá myndir þú segja drullaðir í burtu. Við vorum að tala um lokaþættinni ófærði kvöld sem 2, já. Hver er Bárður? Hvað gerir Bárður sem alltaf reykja heimi á sér? Þú veist, tengist hann þessu eitthvað? Er þetta sami Bárður og var í stundun okkar? Er hann klaufa Bárður? Bárðarpunga. Ég sýndi hvað ég vondur að skrifa jólakort. Ég er búinn að fara yfir þremenningagrín og svo er búinn að fjalla leikinn líka. Svo myndist þú aftur á stóru kreppuna 1930. Og hér er staðan 8-4 eftir 21,5 mínútu. Alltaf verið vitlast hér í Fjölnir 2, K.A. Þór 2. Og já, í liðinu núna hjá Fjölnir Anna Greftsova í svörtu stubbusum í herrahotninu, Ólöf Ásta í herri skittu. Það eru 2 svarta stubbusur? Já, Eva María í svona dökkbláum. Svo er hérna... Vá! Var það 15 eða ekki? Í orði, jú, einu orði. Svala Svavars, ekki Svafars, með rugglamark. Svafars er ekki með Sláu niður inn. Og hérna... Þú þarft listamannin til að skjóða svona. Það er bara svoleiðis. Guðni er á miðunni, Sædís í vinstri skittu og þín systir, Ragna Snorra Óttir. Ragna GS, eins og hún er alltaf kvöldi. Já, Ragna GS. Hvað heitir hún? Guðrún? Ragna Guðrún? Nei. Ragna Guðrún Snorradóttir. Guðrún, já. Það er nefnt ekki að skrifa það á skýrsluna. Þetta er svona einn skrýtnasta skýrsla sem ég fengi hendunar. Það vantar hérna þjálfarna á heimaliðinu og vantar markmanninn í heimaliðinu. Svona frjálst, svona... Við erum með, sumir er með upp í sig, sumir er með niður í sig. Og við minnum á að það er einn leikur eftir þennan leik, það er 3 flokkur kalla sem að spila. Og við minnum á subscriber-leikinu. Já, subscriber-leikinu. Við getum fengið pizzaðu subscriber. Já, ef þið gerist áskrendur á YouTube, fjölning.tv. Þá getið þið átt pizzagjafabréf eða þið verið valinn hér milli 4. og 7. mars á heimaleik. Já, og tjók. Það er mikið verið að trufla okkur hér.
Sara Sif með 4. var það skotið sitt. Mikið að tröflunum inn upp í stúdíói. Já, Studio Sýrland býður góðan dag hér. Studio Dalus. Studio Dal. Hvað myndir þú kalla þetta? Studio Dal. Það. Já, eins og Guðrún Dal. Já, vel gert. Flott línusending og vel klára. Eva María með sitt Danamark. Er ekki líka rithöfundur sem heitir Róald Dal? Jú, held að. Skjörum við eftir honum. Klárt með svona D-A-H-L. Já, Dal. ég held að. Dal. Já. Dal. Studio Dal. Og við köllum þetta síðan Dalhús. Dalhús. Herðu, 9-5 er staðan eftir þetta glæslega mark Eva Maríu. Við erum loksins komið spons og það er frá rithöfundum. Já. Róald Dal. Róald Dal. Það er svona svipað á DHL-höllin. Það er bara hárrétt hjá þér. Nei, við bætum bara fyrsta stafnum við stafrónu við. Já, ekki starfinn inn í miðinni. Og þetta er alltaf mark hjá Svölu 5. markið hennar. Svavars útvarpskonunni á FM. Hún er með 5 mörk af 6 skoruðum hjá K.A. Þór. Dagskrárstjóri. Dagskrárstjóri og innkaupastjóri og markastjóri og með þátt á primetime. Já. Milli 4-6 alla virkadaga. Já, í brennslu Nýja brennslan. Já. Nýji blöð. Já, þetta var ekki alveg nógu gott skot hjá Ákvörðunni svona. Öllu Ívalú. Hún var skautla að skjóta eitthvað minn. Leikmaður nummer 6. Númer 6. En það eru 5 mínútur eftir hér af þessum fyrra leik. Stað 9-6 fyrir heima stúlkur. Já, þetta er Já, komið stemning í stúkuna K.A. Þór megin eins og alltaf. það sem var að spila á það þá. Ég held sé mest megnis meistarflokkur sem var að spila örugglega í gær bara eða eitthvað. Er þetta ekki meistarflokkur K.A. Þór þarna hinum megin? Ég held sé mest megnis meistarflokkur. Er þetta ekki rétt með mér það? Er þetta kannski 4? Nei, er þetta ekki meistarflokkur eða? Æ, ég veit það ekki. Dilljá er ekki viss. Fór að íta á takkan. Já, kameran dettur stundum aðeins út hjá okkur, við veitum ekki alveg af hverju. Og Gígja er ekkert að fylgjast nógu vel með. Dilljá, slakaðu. Gígja og Dilljá. Já, það eru tæknileg vandamál með lifandi manneskjur hér. Gæti verið að þetta sé fyrsti leikurinn á þessum liðum á tímabilinu. Já, getur verið. Við erum alveg ekki að finna fyrirleikin. Það getur verið eftir að fara norður. Jú, það getur vel verið eftir að fara norður. Örugglega, Þriðjaflokkur hvenna? Já, það er eftir að fara norður. Klaufalegt þarna. 4,5 mínútur eftir 9-6 er staðan en þá. Það segir svolítið magnað, Ingvar. Já. Ég á nákvæmlega svona töluská heima. Já, og þegar hann segir svona töluskjáð og meina hann töluskjáð sem er hér upp á borði. Getur sýnt ykkur myndið hann kannski eftir. Já, hugsanlega. Við erum bara að halla myndið eða svona. Sjáum hvað Gígja getur gert. Sjáum hvað Gígja getur gert á eftir. Gígja. Herðu, það er frænkaði nummer 6 með skot. Leikmaður nummer 6. Katrín Ólafs. Katrín Ólafs. Nummer 6, 9-7 staðan. 4 mínútur eftir á fyrra Það er leik. bara allt í jafnum, þetta er. Já. Þetta er ekki beint búið sveifleikend. Við spáum síðan í hálfleik hvers staðan verður. Já, spáum í gegn. Spá í gegn. Spá í gegn. Það er íslenskt lag. Já, það. Já. Það er skott. Við erum búin að finna út á öll önnur íslensk daglög eru bara, eða poplög eru bara íslensk. Öll lög með brimklár held ég bara stólinn. Já, við vil ekki hugsa meira sko. Og ef vertu ekki að plata mig og það er ekki íslenskt, þá er ég hættur í lífinu. Það hlýtur á íslenskt. Þið hefur heyrt Þóliðið Árvöld. Já, það er ekki íslenskt. Já, ég veit. Það er írst. Og núna á öllu sinni lög með bjöggar og öll bara ítölsk og írsk og þýrsk og eitthvað. Herja. Og líka með dóttur hans. Já, Guðni, í vinstri skiptunni, vel varið. Frákast. Og Eva. Það er víti. Það er vítakast. Já. Heiðbjört varði þarna sitt þriðja skot en Eva María tók frákastið. Alla Ívalu, ég ætla að spá að setja hann niðri hægra meginn frá okkur séð. Ég held að setja upp í vinstra meginn frá okkur séð. Niðri hægra meginn. Sjáðu þetta, nákvæmlega það varið, hún las þetta eins og ég markmaðurinn. Hún hlustaði á þig. Heiðbjört. Ég vissi það, niðri hægra meginn. 2:40 eftir að fyrra áleik í stöðunni 9-7. K.A. Þór stúlkur geta minkað í 1 mark. Út á lína. Já. Þetta á, heppinn hann með skrefin og markið á sæti sig þarna eins og við sögðum á hann. 10. mark Fjölnis. Hæ? 10. mark Fjölnis. 10. mark Fjölnis, já. Þarna voru sögðu á hann að það er auðveldar að sjá þess að línu að ofan heldur en að vera á gólfinu. Já. En Albert Garðar er í sömu auglínu og við þetta, þannig að hann á að sjá yfir. Hann er svona í sömu hæð. Já, vel varið. Hann getur spilað svona standandi tennisdómari. Já. Sara sem er 15 varða skotið sitt.
Hann og Stebbi Guðnaðina þjálfari eru svipaðir. Ólöf Ásta. Ólöf Ásta með 3 mörk og þegar hún kemur á siglingunni þá er erfitt að eiga við hana. 1:50 eftir 11:7. Hvað segir þið? Anna Gretsova, Guðni, Anna Helga og Hafdís. Fyrir utan Sörjusvið markmann. Hafdís Huld, já. Hafdís Birna. Já, þetta er ekki Hafdís Huld. Nei, söngkonan. Nei, hún er úr Mosó, ekki Gráið. Nei, hún er eitthvað skild mér. Já, það. Já. Þeir eru ekki fráskildir. Hvernig er hún skildir? Þremenningur? Nei, ég veit það ekki alveg. Örugglega. Hún er þremenningur Mamma mín þekkti bróður hennar eða eitthvað, ég veit það ekki alveg. Ég veit ekkert hvernig hún er skild. En það er, ég ætla að spá þetta að segja mark. Nei, það er yfir. Ég er góður að jinxa hlutina. Já, ég vissi að Sara myndi loka þessu. Hvað var að fara að gerast? Og löng sendingin á Evu. Það er 1 mínúta eftir að fyrrháleik. Staðan 11:7. 11:7 staðan. 11:7 staðan. Viljið að blafa ebala? Eitthvað herra í þínum að minna. Já, ég er líka að tala svo hátt. Jú, ég held ég aðeins herra í þínum. Já, þetta kallandi hlutina hérna. Fram og tilbaka. Já, smá herra í mínum. Ég reyna að vera eins langt frá ég get til að heyrist í mér. Herru, klúður í okkur. Við getum bara skipt svona. Nei. Gert svona, þá heyrist meir í mér. Þetta er óþægilega sem ég lendi í. Og hún er. Og það er vel var. Já, Sörsif. Það er flauta á það. Já, það er góð verðana. Því sem við hefum að mista því við krossum svona mækunum. Já, synd að vera ekki í beinni. Við erum að fá okkur periskóp hérna og vera í beinni. Já. Ég ætla að vera að vinna með það að vera í live bara allan daginn. Eins og gæði með pollin í Englandi. Sem sýndi bara drullupoll. Í marga daga og marga vikur og fór bara í viðtölu á BBC og margar miljónir búin að horfa á þetta. Miklu vinsæll en Almar í kassanum. Já, ég meina það var líka bara bull. Já, en þetta var bara drullupollur og fólk hafa komið alls staðar á heiminum að stíga drullupollin og heilsa Eva María með 3. markið sitt og það tekið, nei, ég ætla að tekið leikli. Ég horfði ekki á klukkuna. 12:7 er staðan, við tökum okkur nokkra myndur í pásu hér í hálfleik og svo komum við tilbaka með feiki góða spá fyrir síðar hálfleikin. Við spáum kannski bara í hálfleik og hugsa um spá með hálfleikin. Já, ég meina það var líka bara bull. Já, en þetta var bara drullupollur og fólk hafa komið alls staðar á heiminum að stíga drullupollin og heilsa Eva María með 3. markið sitt og það tekið, nei, ég ætla að tekið leikli. Ég horfði ekki á klukkuna. 12:7 er staðan, við tökum okkur nokkra myndur í pásu hér í hálfleik og svo komum við tilbaka með feiki góða spá fyrir síðar hálfleikin. Við spáum kannski bara í hálfleik og hugsa um spá með hálfleikin. Já, ég meina það var líka bara bull. Já, en þetta var bara drullupollur og fólk hafa komið alls staðar á heiminum að stíga drullupollin og heilsa Eva María með 3. markið sitt og það tekið, nei, ég ætla að tekið leikli. Ég horfði ekki á klukkuna. 12:7 er staðan, við tökum okkur nokkra myndur í pásu hér í hálfleik og svo komum við tilbaka með feiki góða spá fyrir síðar hálfleikin. Við spáum kannski bara í hálfleik og
Það sem getur, við erum búin að vera held í mjúta. Allan tíman. Alla fyrirháleik. Nei, seinna háleik, segi ég. Já, alltaf segja það, við erum líka búin að alla fyrirháleik. Ég þurfti að mjúta okkur í háleik. Ég biðst afsökunar á þessum tæknilegu vesenni, enn og aftur voru við mjútaðir, Bergur Snorra og hann Heyrðu, bara til að útskýra það aðeins, þegar ég sett á háleikinn, þá byrjaði að spilast aftur síðustu svona 2-3 mínútur okkur í seinna háleik. Þannig ég veit ekki að það væri í gangi allan háleik. Jú, þú vilt það frekar. En jæja, við erum að tala um drullupoll og eitthvað. Við erum komnir í live með hljóði og Bergur bara að drekka á bollana mínum. Þú ætlar ekki að gera það? Nei. Anna Helga, vítakast. Já. Bara skora úr þessu. Anna Helga fær hér vítakast. Já, flott sendingu. Það er klárað en ég vil sjá bara mark. Eva María á púnti. Náða mark. Leikmaður Númer 5 með sitt 5. mark. Sveinn Jóhannsson. Já, þú bara heldur áfram að tala meistaraflokkinn og þessar kynningar mínar þar. Ég er nú ekkert að gera grína þér, Bent. Ekkert að gera grína, ég sagði að tekur það bara áfram, ég sagði að gera grín. Ég vona bara að þú sérst ekki túlkað þannig. Nei. Nú! Sáu þetta? Hvað komstu að sjá það? Já, þetta var mjög gott. Ef maður letur svo sannlega vita að hún hafi byrjað að brjóta á henni, en ekki öfugt. Þetta var mikið mun að réttlæta þetta. Eva María var í vörn og sóknarmann byrjaði að brjóta á Evu og getur séð á skjánum hérna. Það var að gerast eftir bara 2 sekúndur eitthvað. Og Eva tók síðan kast. Þannig, það er brjóta okkur annari. Hún brýtur ekkert á og það sagði, þetta grínast, sástu hvað ég gerði? Hún byrjaði að brjóta mér. Það var mjög fyndið. Sara Sif með 7. varaskotistittina. Já. Og hér kemur stemmingin upp á svölum. Já, stemningin er á Sara komin á frændaðinn, kameruna. Og vel varið, beint í belginn. Sara Sif með 8 varinn skot. Og Ragnar Snorradóttir gerir típisk Bergs mistök. Hún grípur ekki boltan. Fuck off. Ég er að djóka. Ég líka. Við erum í smá sunnudagsglensi hérna í ljósi þessa ófærð. Við erum með 2-faldan lokaþátt í kvöld. Er ekki allir spenntið? Hver er Bárður? Frí auglýsing fyrir RÚV. Hvar er Birta? Hvar er Birta? Hver er Bárður? Hvað gerði Bárður? Hver drap Eirík? Hver er Eiríkur? Hvar er Ásta? Hvar er Felix? Og svo framvegis. Ásta Keli, Gunnar og Felix. Og einhver skot svo er mark hérna, það er alltaf að gerast hér. Og við erum ekkert að fylgjast með því. Foreldrar eru eitthvað að spyrja hvort við séum að lýsa leiknum. Já, við erum bara líka komið með fríar upplýsingar líf og tilveruna. Síður sem eru ekki leyfðar í Kína. Í Kína, já, einmitt. Við minnumst aftur á það í 3. kallaleiknum. Já, lög sem eru ekki íslensk. Tökum það líka næsta leik. Já, einmitt. Já, Sædís fyrir hana langt út til að brjóta. Spurning hvort þið getum bara að spila. Á sexunni, Katrín Ólafs. Spila upptökuna þessum leik. Yfir, þá þurfum við ekki að lýsa næsta leik. Það er þetta ár, nefnum þú að mjúta fyrstu 2. Já, við erum hressir hér. Káa Þórstúlkur í sók. Og sjá þessi skot. Svafars mellir bara einn vingi. Svala Svavars, FM stúlkan með 7 mörk hér. Skorað af 9. Dagskrárgerðarmaður og þáttastjórnandi á Primetime. Enda með gott nafn, Svala Svavars. Höfundur á pressunni. Já. Svala Svavars er geggjanaf, geti 8-17. Geti orðið Svala í 17. Hent Svöfu út, vel varið. Hjá Heiðbjörtu. Með 5 varið skot. Komið aðeins inn í teigandi sem þetta. Já, allt í lagi. Já, ég meina, það er ekki fyrsta skipti sem... Nei. Þetta er bara í samræmi, skilur. Það er 15-9 staðan, 5,5 mínútur búin af síðari hálfleik. Flott vörðan. Drengur er komin í hús við, þau kom hann kærlega fyrir innlitið. Og svo tekur hann útlitið á eftir. Innlit útlit. Takk fyrir það, free comedy. Já. Það er bara svoleiðis. Þessna er þetta. The big crap og innlit útlit. Það er steinleikur. Ragnar, Sædís, Alla Ívalú og inn með þig. Þetta er vítakast. Já, hann er víti. Ég var að hafa þetta. En svo fyndi allir dæmi alltaf víti eins og segja sorry, ég verði þetta með víti. Það er bara hann er bara slakkur. Já, pottslakkur og Ívalú og það er mark. Það er svolítið svona fljótandi hver tekur vítin. Já, ég er að fíla það. Nei, mest að fara fínt. Bara brytta upp á nýjungum. Halda öllum á tánum. Það er engin spurning. Alexander Ívalú með annað markið sitt og staðan er 16-9 fyrir Fjölnisstúlkur. Það eru 6,5 búin liðin af síðarháleik. Og þá sækja Káa Þórstúlkur
Og það er mark! Leikmaður 71. Já, hennar fyrsta mark í dag, Kristín Helga Auðunsdóttir. Sem minnir á það að Auðun Lúthersson var í bakröddum í gær hjá Öldudís sem komst ekki áfram í Eurovision. Heldur hvað fór Greta Salome? Hvaða lag var Öldudís með? Þannig að Ná. Já, sem var í, já. Lendi öðru sæti í umspilinu þannig, augna þannig einvíinu. Alveg það frábæra lag Ná. Já. Bara. Þarna liggur Eva eftir. Var það ekki líka? Já, það var svona, en ég veit ekki, þetta er svona réttu dómur bara held ég. Besta Eurovision-lagið var Over, komst ekki einu sinni í úrslitin. Svo buksundur á manninu. Já. Geðvikt. Það átt að vinna. En besta Eurovision-lag sögunar er náttúrulega Karen með Bjarni Ara. Nei, besta Eurovision-lag. Karen. Besta Eurovision-lag sögunar er Tell me once. Nei, þetta er djóka. Já. Ég er ekki að djóka, nei. Nei, bara sögur. Ég heldur sér þetta grína samt. Annarkvort það eða Birgit og Haugdal. Það var þetta gott. Open your heart, show me the way. Herru, já. Svona platan var í bílu, svona eitthvað svona. Já, en við erum of miklum Eurovision feeling, Eurovision var í gær. Við óskum Gretu Salome til hamingju með sætið sitt þar. Greta, veitum við að hlusta. Já. En það er leikur hér, handboltaleikur, við gleymum okkur stundum, við veitum ekkert hvað er frétta hérna. Staðan er 16-10 fyrir heimastúlkur í Fjölni, hér í Dalhúsum. Dale House, eða Dahal húsum, eins og við byrjaðum að kalla, eftir Rólandal. Í stúdíó Dahal. Stúdíó Dahal. 8 mínútur liðnar síðan á leik 16-10, Sara Dögg með kameruna og hún ætlar að fylgja. Já, einmitt, það er þetta sem hefur stundum gerst hjá Söru og Kristjánu. Það gleyma bara að færa kameruna. En það er eina sem er jákvæmt við Söru hérna, hún getur allan ekkert farið frá kamerunni. Ég er bara að segja því það kemur ekki annar í staðinn, ég var ekki að segja neitt annað. Getur ekki bara tekið hækjurnar? Það var free kameri, jú, hún er búin að leggja henni fyrir aftan okkur. Tökum það eftir. Glænýjar hækjur hér. Tökum það bara í hálfleik. Já. Getur selt þar á bland. Drengur, Alli Drengur að þykjast er í landsliðinu. Herru, jæja. Og hér er leikmann nr. 24 komin inn á, Anna Þyri Halldórsdóttir. Hún er með rosalega skínandi merki hérna, tölurnar. Já, það sjást gríðarlega vel hjá henni tölurnar. Þeir eru ekkert á milli mála, þetta er leikmaður númer 24. Þetta er glæný merking og gott færi. Og hinum einn, já, Sara Ver hérna með 9. Frábært frákasti á leikmannu númer 11 í Fjölni. Nei, hægt að tala svona vel klassi. Þetta er ekki eðlilegt. Sérðu hverju á mótinn í vörð, leikmann númer 11? Ítt á takkan. Já, ítt á takkan. Klassi. Já, þetta er að því vélinn er á standby, við erum ekki að taka upp á vélina, þá þarf að íta reglulega á takkan. Þannig að næst þetta gerist, í staðan fyrir að fara í panik, elsku Sara mín, þá ítir þú bara á takkan. Ekkert mál, takk kærlega. Kemur fyrir á Vesturbæ. Ég veit ekki hvað er að gerast hér. Goði Ingvar Sveinsson. Glundurroði, er svona kallar. Já, Akureyrarsleikurinn, svo kallagi. Ég vona að sé enginn sem er að spila hérna inn á. Herru, jæja, leikurinn í gangi. 10 mínútur liðnar og það er mark. Flott mark þarna. Sædís með 4. markið sitt. Hún er næst markaðasti liði heimamanna. Já, eftir Evu. Hárrétt. Hún var það með 2 vítir. Já, mörka víti er samt mark, sko. Já, ég meina, hver fiskaði það? Hún fiskaði þetta. Já, þú getur ekki satt bara á með 9 mörg, en bara 2 að því hún skora 7 vítum. Það er glæsilega gert. Þessi spilaði fyrirleikinn líka. Helena Tómasdóttir, góð í vörn og öflug sókn þegar hún fær boltann á línu. Mjög sterk í vörn. Ég meina, þegar það tekið svona markaðustu menn móts og eitthvað, þá finnst mér að vera tekið fram hvað sem mörg vítir. Já, alltaf að taka fram, þau eru svona að telja. Já, það var ekki að draga þau fram. Það er bara, nei, -40. 7 mörg á mótinu. Það er ennlega ekkert gefins að skora á vítum, það geta ekkert allir skora á vítum. Ég get það. En ég er vissulega sammála því að það eru meiri líkur heldur en minna og sóknarmannu skori. Heldur en að markmannu verja að skjóti framhjá, en þetta er ekki gefins. Þess vegna eru oft vítaskittur í liðunum sem eru betur en aðrir eða öruggari, búin að æfa sig meira. Og þarna skaut útvarpsmaðurinn yfir Svala Svavas. Og við segjum útvarpsmaðurinn, við erum bara át af góðu nafni. Svala Svavas er bara geggjað nafn. Við spáðum engu. Nei, og gæti líka verið bara forseti eða forsetiráðherra eða einhver svona frömuður hjá NASA eða eitthvað. Þetta er bara gott nafn. Við spáðum ekki. Nei. Við spáðum ekki. Já, við glemdum að spá. Herðu, staðan 17-11. Aftur 20 mínútur eftir. Aftur 20 mínútur, já, 18,5. Ég ætla að segja hérna, ég ætla að segja 26-17.
Og þetta ekki að menta ákvískun á hann. Mér líður illa með þessa spá eiginlega. En hérna, hvað segir þú? Ekki, þú ert að hugsa þetta. 24-16. 24, ég segi 26-17. Já, það ekkert saklega langt. Við erum báðir svona svipuðu reiki með þetta. Ég var náttúrulega með geggja að spá á hann. Því hún var rétt. Gat ekki verið mikið betri. Nei, 23-20, enn og eftir að alla skjóta samt svona úr kyrstöðu, já, bæði ótímabært og það ekkert tempo á skotinu, hún stendur bara í fótinn eitthvað með henn og ég veit ekki, vantar eitthvað í þetta. Sara á kamerunni saman okkur, held ég. Er það ekki, Sara? Já, einmitt. Hún kinkar kolli hér og fyrirgefur okkur grínið að náða með hægjurnar. Já. Held ég, vona ég. Vonandi heldur hún bara þessi grín. Já, það er rétt verið. Herra, 12,5 mínúta liðin að síðarháleik 17-11 og ég sagði 26-17, þú sagði 24-16. Sjáum hvað gerist. En það er ljóst held ég að sigurinn eins og það núna verður ekki hættu. Sara verði hérna vel. Hérna einhver köll hérna upp í Stúdíó Dahal. Stúdíó Dahal. Hvað það er með hann? Já, það er með einhverst. Já. Allar hreyfingur Albert svona, hann að halda umgjörlega á meðal fólksins, hann fer alltaf niður með hendunar og svona hann gerir ekki svona, þetta bara, það sér þetta enginn. Þannig að hann að setja hendunar eins nátt neðalega svo fólk þurfi ekki að beygja sig eða horfa mikið upp, fær hálsrík. Fatt vera, við sjáum þetta náttúrulega, við myndum sjá það. Já, við sjáum allt best. Næstu glæslu vörn og þetta er vítakast. Þetta er alla á guldspjald, hugsalega 2, Albert er að metta þetta. Þetta er leikrétt, korrétt. Hann er með allar hreyfingarna niðri með hendurnar. Anna Helga Brottusson hér fyrir að hrinda í bak. Þetta er bara hárrétt. Einmitt. Hvað gerist þér? Bara eitthvað að kvíla sig. Það mark! Það er leikmaður nr. 9 sem var starfsmaður síðan, Lísbeth Perla Gests, dóttir Gests, það er bara svoleiðis. Gestur frá Hæli á Bart fyrir norðan. Nei, ég byrst ásökunar þessu. Gestur frá Hæli er frá Suðurlandi og mikill stórvinur Fjölnis. Eins og allir vita. Eins og allir vita. Það eru nú allar gestir í dag. Já, þessi free comedy var í boði Bergs og Rögnu systur hans. Það er ekki að skrifa það niður? Jó, einmitt. Og hérna, það er 17-12, 14 mínútur liðnar af síðarháleik. Svala Svavas með geggjamark, hún er að halda þessu Káa Þórliði á floti gjörsamlega. Ég er bara spáð mín farin að líta bara mjög illa út. Já, ég myndi segja það, hún líti bara rugglítil út. Ég er ánægð með að fylla inn á bollan hjá þér. Þetta er þér. Ég svo bara þrýfi henni í kvöld. Þetta er vatn sko. Nei, ég er að segja að hann er aldrei við þrýfin. Já, það var að kaupa hann núna. Ég var bara að kaupa hann áðan, ég var bara að fekk hann í hennan áðan. Ég held að ég var bara komið með hann heimann. Ég var bara að fá hann áðan. Hann Stefán sagði, hann er skítur og þetta er að þrýfa hann, eða skilur við. Hann sagði það aldrei. Hann sagði bara áttur að þrýfa hann. Hann er bara búin að vera einhvers staðar inn í bíl, einhvers staðar, einhvern kassa mjög lengi. Þú syns ákvæmst að segja mig það. Ég vissi ekki að þú var að fara að nota bolla minn, það eru bolla frammi. Ég veist að þú ert búin að horfa á mig hérna að vera að drekka. Já, þess að sagði þetta að drekkur, ég horfði á þetta og ég sagði, nei, ég vil ekki drekka þetta. Og þú gaf, alltaf leið með þetta. En ég sagði bara, ok, hann drekkur bara skítu bollum. Þetta er ekki skítu bollum, hann er bara ekki búið að þrífa hann í fyrsta skiptið. Típan svona, þetta er bara típan sem drekkur skítu bollum. Og Kristjana Óbin. Og hann er NFL-sending sem að klikkar. Það er manni færri náttúrulega það er 2 sekúndur eftir því, 1 sek og nú kemur hann 17-13 liðin jöfn að mannskap núna jöfnað mannskap setning sem já, við sjáum að Jói Backmann er mættur í hús, Jói dansari við kannski fáum hann til að taka bylgju, sjáum til hvar er Jói? Jói Backmann er hérna við hliðin á pappa Brynjars Óla já og við hliðin á konunu sinni. Það er nú sagt að þeim, er ekki konudagurinn í dag? Er konudagurinn í dag, eða ekki? Ég veit að hann er eitthvað eða valentínsdagur? Nei, það er konudagurinn er búin að vera auglýstur gífurlega, þannig að hann er eitthvað tíma. Já, við óskum Söru Dögg og kamerun inn allavega með konudaginn og öllum konunum hér
Hlamgjum konudaginn. Öllum konum í alþjóðinni sem að hlusta. Já, sjónvarpata landsmanna sem að sína hann leik við óskum öllum. Hvað séu, gleðilegs konudags eða eitthvað? Hlamgjum konudaginn eða eitthvað. Góðan konudag eða eitthvað. Já, það er allavega konudagur, við vitum það. Klassi. Og það var, já, klassa konudagur og það var einhver valentínsdagur hérna daginn, enginn sem gaf mér neitt, en hérna, ég er vist bara að lifa með því. Ég bý bara sjálfur mér upp á kleinurhinga eða eitthvað. Já. Búinn að fá 2 halva kleinurhingi í dag, sem gera heilan kleinurhing. 2 halva heilan, ekki 2 og halvan? Nei, ekki 2 halvan kassa, nei. Og þannig er við boltan í horni, þetta er enn áttu sending inn á línu og hún klárar allt sem hún fær hérna. Helena Tómasdóttir. Helena Mirren. Nei, Helena Tómasdóttir. Sorry. Ekkert mál. Herru, 17-14, tæplega 17 mínútur á klukkunni í síðara leik. Alla þarna já hætti að skjóta sem er gott. Við fáum meira flot í boltan. Sara horfði þarna á mig bara. Þá meini ég þess að bara því hún var ekki í aðstöðu að skjóta þetta eins og síðasta skotið þegar hún kemur á siglingunni og uppstök á ferðinni þá á hún að skjóta en það er hún að skora og þannig færum í þrjáflöki. Elsku Sara. Albert með gullarspjaldið. Passa að lyfta ekki á hátt. Það er eitthvað. Það var eitthvað mjög fyndið sem þú varst að segja. Já, ég veit, bara kameramannu finnst ég alltaf fyndin og ég er auðvitað að lifa með því. Það er vel gert, Ólöf Ásta. 4. markið hennar, hún er þá næst markaðast eins og Sædís. Skrifa þetta niður bara svo munir það. Hvað þá? Þetta sem var svona fyndið, ég heyrði ekki. Já, ekki skjóta á kyrrstöðu. Puntur, puntur. Sara hlær. Já. Svo getur alltaf hlusta á þetta heima. Engin nokkur spurningar sem leikir alltaf aðgengilegar á YouTube-rásin okkar beintættileik. Ja, þið vitið hvað hún er, þið eru það núna. Fjölnir.tv og munið að gerast áskrifendur eða subscribe. Þið getur unnið pítsu. Þið getur unnið Dóminarskjábref helgina 4.-7. mars áttur út í beinni útsendingu hér í Dale House. Ég verði eflaust ekki þar. Þú verður eflaust að spila bara. Þannig endilega stillið inn á okkur og fylgist með og við munum draga út 2 heppna áskrifendur og það er mark. 5. markið í dag. Já, 2 markahæstir okkur Eva María og Ólöf Ásta. Ég ætla að tippa Ólöf Ásta verði markahæstina. Ég ætla að tippa hún verði með svona 8 mörk. Ég er með hugmynd. Eigum að segja stöðuna? Staðan 19-14. Já, 18,5 búinn. Rétt hjá þér. Ólöf Ásta með 5 mörk í liði heimamanna. Ég ætla að tippa hún endi með 8 mörk. Hvað segir þú? Ég held hún endi með 12. 12? Nei. Vá. Ég á bara... Kamera. Ég á bara... Hvað spáði ég aftur? 26-17? Já, 24-16 sagði. Sagði ég það? Já, Kristjana hér með 3. markið sitt og staðan 20-14. Þín spá er í ruglinu. Mín spá held ég að líti bara mjög út. Svona kallt mat. Svona, já. 20-14, 19 mínútur liðnar á klukkunni og varið frá, Sara sé verið hérna frá Svölu. Ég held að sé svipa sennilegt að Ólöf verði með 12 mörk skoruð og spáum mín gangi eftir. Já, það er sennilega spáum gangi eftir samt. Kristjana kom með skot, gleði mikla og skýtu hér. 2 kapli núna næstum 10,5 mínúti. Já, fyrir þig? Já, það gengur alls ekki. Hjá mér þarf að vera 6-3, það er miklu sennilega að vera 9 mörk skoruð fyrir 6. 4-2-6-3. Já, það er rétt hjá þér. Við erum miklu starfsfæði sénjar. Nei, bótaðum fríkast. Ólöf Ásta Stalland á boltanum bótaðum fríkast. Starfsfæðsynningar, þú sagði nei en það var bara på fríkast. Já, þess að ég er afi minn og mikill starfsfæðmaður og skákmaður mikill og kendi starfsfæði. Var með gráður? Ég var, Var með eitthvað gráður? Ég veit ekki, hann kendi starfsfæði í innskólanum og fullt af skólum og var með þess að skólameistur í innskólanum ekkert mann og með eitthvað skáktitla á bakinu og ég veit ekki hvað. Ingvar Ásmundsson heitinn. Glæslegt mark hérna á þess að við sem að tala mikið afminn og skáktitlana. Svala Svavas með 9 mörk. Ég ætla að tippa hún verði með 11 mörk í leiknum. Hún skorað 2 mörk. Ingvar Ásmunds? Já. Þú ætla bara að googla hann. Þetta er afi minn, hann kom með hann á skjáinn. Svipur með ykkur? Hann á svona 350 skákmedaljur og svona 50 bygara. Hérna bara síða sem er með skákleikum. Bara The Chess Games of Ingvar Ásmunds. Já, ok. Það vildi finna það. Já, ég hef ekki googlað hann held ég bara aldrei. En hérna... Vel varið, þetta var bara besta varsla leiksins hérna, hugsalega dagsins. Heiðbjörg Guðmundsdóttir með 8 varin skot, þetta var geggjuð varsla, fleigði sér hérna bara í
í einhvers konar spíkat eða eitthvað og tók boltan á neðst niður í horninu. Staðan 20-15 eftir 21 mínútur, 9 mínútur eftir og Sara næstu grípur þennan, kom með 12 varinn skot. 20-15, ég sagði 26-17 og þú sagði 24-16. Og nú kemur Þyri inn á, já. Þyri sem að ég er bara í fjórðaflokki ennþá. Eins og yngrar í fjórða. Vel gert, Sædís. Sædís kom með 5 mörk, 3 markastir á Fjölni, Óli Ásta, Sædís og Eva María. Svala Svava sér langmarkaðist í liði K.A. Þór með 9 mörk. Aðra sem að skora fyrir K.A. Þór, Helena með 3, Kristín Helga með 1, Katrín Ólafs 1 og Lísbeth Perla 1 og svo er Heiðbjörg búin að verja 8 skot í markinu. Já. Já, þú vildi vita þá hann fekk BA í starffræði. Já. Og stunda einnig nám í forritun. Já, ok. Eins og einhver. Já. Saman ég að gera. Herðu, 22, leikmaður 22, Guðlur Hrafnsdóttir með sitt fyrsta mark. Takk fyrir þessu upplýsingar afa minn heitinn. Nú er ég búinn að loka söllu. Já, takk hérlega. Þetta er bara gaman að vita þetta. Já. Herðu, 21-16. Þú átt að treysta á 3-0 kafla hérna á síðustu 7,5 mínútunni. Það getur gerst en ég ætla að segja að það sé hrikalega ólíklegt. Kannski boltinn springur eða eitthvað þá. Já, hvað minnur? 3-0 kafli og þá springur svo bara hætti leikurinn og það verður spilað aftur á morgun og þú heldur að nenni ekki að koma og þetta klárist bara 0-0. Já, Sædís með heppin en hún skoraði sitt 7. mark. Sædís er liðið hérna í markaskorun, búin að skora 2 í röð. Einu sem vantar að komast á blað heimamanna útileikmennir Anna Greftsova, Guðný Bergsdóttir og Anna Helga. Jú, og Hafdís Birna. Hafdís Birna komin í hornið, Anna Helga fiskar þetta víta á hann. Það telst nú eiginlega. Já, óöppin hana. Það var fríkast. Þetta er samt varið hérna á Þyri. Skot frá leikmann nr. 6. Nr. 6. Þú dýrkar leikmann nr. 6 að því þú sjálfur nr. 6. Já. Og svo dýrkar líka Rögnu að því hún er systir. Nákvæmlega, leikmann nr. 11. Vel varið hann aftur. Þyri með 2 varinn. Ég muni kannski eftir Rögnu sem leikmann nr. 45. Nú er það? Já, hún var það. Akkur nr. 11 núna? Bara að vera að spyrja hana. Við spyrjum hann eftir. Já, í óspurðum fréttum. Tökum hann í viðtal sem við tökum alls ekki upp. Viðtal fyrir næsta leik. Hárrétt hjá þér og Guðný ætlar sér að skora. Ekkert dæmt. Það var Súpermann. Já, 22-16. Ég þarf 4-1 kafla hérna. Þetta var tvíkur síns mér. Eða svona næstu. Allt í lagi að bara dæmi ekki á það. Já, 22-17, þín spá er dauð. Þetta var leikmaður 24 eða ekki, með góða númerið með... Það bara fer ekki með mála númer hvað hún. Anna Þyri Halldórsdóttir með sko mest skínandi númerið hér, 24. Og Guðný, Sædís, Ívalú, Anna Helga á afturfiskar og víti. Já. Já, ég meina þetta gengur, eða skilur að þú þarf að... Já, heiða. Gott hljóð í þessu. Ég þarf að treysta á 4-0 kafla hér, 3-0 eftir vítið ef við skorum. Það veit enginn hver að taka vítið og þá fyrir... Ég þarf eiginlega bara að vona að það veri fjarlægt mark af töflunni. Það er þetta rugg gott. Já, Marja með 7. mark þá vonast að mark verið fjarlægt af töflunni. Ef það hefði verið skilur sett óvart mark vitlausum megin. Rétt, já. Væri staðan mín komin og bara flauta. Rétt. 5 mínútur eftir. Já, við hefum bara kastað ykkur inn á völlin og sagði bara að sprengja. Já, ekki dissa bollan. Ég er ekki dissa bollan. Nei. Það er þú sem ert síðan sem skítur. Hann er bara óþrifinn, hann er aldrei þrifinn. Ég fekk hann í notkun í dag. Ég vil benda að ég er sem búin að vera að drekka honum. Ég veit, það er ekkert mál, þú mátt það alveg. Ég er ekki að fara að dissa bollan. Nei. Herðu, það eru 25 mínútur liðnar á síðarhálfleik, 5 mínútur eftir leiknum, staðan er 23-17, ég spáði 26-17. Mér vantar 3-0 kafla en að þú ert döður, þú sagði 24-16. Þú ert en 25-17 sem það væri flott fyrir því, þá áttum við rétt að tölu, skilja bara pluss 1 upp. Svala skýtur fram, já. Mín spá er ennþá lifandi. Ennþá lifandi. Vonar glæta. Það er komið þögn í stúdíóið. Það má. Vel varið. Geggjuvarsla. Fólk heldur kannski að segja hvað það að hljóðinu. Já, þegar ég þagni 3 sek. Já, ég meina, þeir eru bara búin að vera ég fór að pæli með þreminning og langum með þeirra vinkonur. Ekki fyndið að tengda með mér þeirra að vera vinkonur. Ekki sér tengda með mér inn fyrir aftan.
Er það ekki svona eins og svili eða eitthvað sem svona svipað? Hvað? Já, ég veit, ég kann ekkert á svona svili, máur, eitthvað dót, ég kann þetta ekki. Ég held að svili, það eitthvað sko... Bróðir, kæra. Það sískinu svona. Já. Og svo önnur sískinu hérna. Og þessi giftast og held ég að þessi séu svilar. Mega þau eitthvað giftast sískinina? Nei, þetta eru mismunandi sískinu sko. Þetta er bara... Ég veit ekkert. En eins og bróður minn á kærustu, hvað ég, ef þau myndi giftast? Já, þá held ég svili... Er ég þá ekki svili hennar? Er þetta ekki bara máur hennar? Já, er ekki svil og máur, er það ekki sami? Ég held að þú sést síðan svili systkina hennar. Spurjum Kristján Gauka þessu áttir. Ég held það. Og Hafdís og það skotur fram hjá. Brennur á. Þig vantar 3-0 kafla. Já, ég ætla bara að kalla hann í beinni. Kristján Gaukur, ef bróður minn á kærustu, hvað er ég, konu, er ég þá svili konar? Hvernig verð ég svili? Systkina hennar. Ok, þá Bergum þetta rétt, já. Kristján er búinn að staðfesta. Takk fyrir þetta, smá truflunir, hún spælir svilum og máum. Ekki máfum, samt með F eins og svafar. Máfar. Svafar og máfar, ég ætla að skrifa þetta niður hjá mér. Þú veist líka... Máfar. Þú veist að styttist í leikina hjá þriða kalla þegar að Góði kom með glerun. Hann er þetta fyrir aftan okkur. Já, hann er komið Horace Grant, glerun, allt klárt. Og vel varið! Þetta heldur voninni nefandi. Já, ég þarf 3-0 kafla hér á 2,5 mínútu. Ég mista brottvísuninni. Já, ég sá hana en ég treysta það að við náum samt að gera eitthvað í þessu. Halli, Þorvarar er komin í hús. Já. Ekki veit ég af hverju. Kannski á hann bara í sundi hérna eða eitthvað. Kannski á hann að kíkja á. Kannski á hann að njósna einu þriða kalla. Új, vel varið. Var það varið? Já. Og hann 10 var hann skot Heiðbjörn Guðmundsdóttir. Við þurfum að fara að velja menn leiksins. Já, ég held að sé augljóst að fyrir mína partar að Svala var að skora hérna 10. markið sitt. Já, sem er killer fyrir þig, bókstaflega. Já, draf spána minna algjörlega, en það er allt í lagi, mér er alveg sama. Ég spáði 8 marka mun og þú spáði 9 marka mun. Já, þú ert nær þessu, þú ert meistari. Já, glæsilega varið. 4 varin hjá þeirri, hún fagnar hér bara almennilega. Já, ég myndi segja Svala Svavars með 10 mörk væri maður leiksins fyrir gestina. Sérstaklega eftir að það brandar. Eva bara í skittunni og það er mark! Ég myndi segja Eva Marja deili þessum titli heimamanna með Söru Sif. Ég segi Sara Sif, hún með 12 bolta sko. Ég segi bara Eva Marja, ég hef ekki séð hana svona sterka, hún er skor úr skittunni. Ég var að segja markmenn beggja liða pluss Svala Svavars og Eva Marja sem menn leiksins. Þú getur sagt, ég ætla að segja Svala Svavars og Sara Sif, þú getur sagt. Ég segi Svala Svavars og Eva Marja, þannig að þetta er Svala Svavars og Sara og Eva Marja deila titlunum menn leiksins hér í dag, bestu leikmenn liðana hér í dag og hér er Hávörn. Ég vil líka fá ykkur að viðurkenningu fyrir að vita hvað svili þýr. Já, þú færð það bara síðar. Pítsu. Já, einn dag ég myndi að fá pítsu, Bergur. Færði náttúrulega ekki fría en þú færði pítsu. Ég get lofað að þú færði ekkert með pítsu áttur æfinni. Það er lofað mitt í þín. Hún er fría. Og Sædís, það er vel varið. Já, þetta eru markmennir. Markmennin pluss Eva Marja og Svala. Ég skal segja markmennir, þú getur sagt. Já, einmitt. Þannig að það eru 4 markmennir í markmenn beggja liða pluss Eva Marja og Svala Svavars. Svala Svavars á mínum mati besti leikmaður leiksins í heildina með 10 mörk. Ég er nær í Spáni, ég spáði 8 og það er í 6. 24-18 í staðan eða 20 sekundur eftir. Núna eru 5. Þarna, þetta eru skotin Sara Dögg sem ég var að tala um. Þegar Alexandra Ívolov kemur á ferðinni. Nei. Hún stál bara, já. Hann ætlar að rekka hann út af. Gaman að þessu. Albert Garðar Þráinsson er meistari. Hann þóttist alltaf að rekka hann út af. Góð kynnting. Sem á svona. Lokatölu 25-18. Góður sigur hjá Fjölnir 2 gegn K.A. Þór 2. Og ég ætla bara örstutt að renna við markaskora Kristjana Marta með 3 mörk, Ólöf Ásta með 5, Sædís með 6, Ragna Systiðin með 1, Alexandra Ívolov með 3, Eva Marja með 7, Sara Sif með 12 varin og þeirri 4 varin, Heiðbjörn Guðmundsdóttir í liði K.A. Þór með 11 varin, frábær leikur henni, Lísbeth Perla með 1, Katrín Ólafs 1, Svala Svavars maður leiksins með 10, Anna Þyri með 1, Guðlaug með 1, Kristín Helga með 1 og Helena Tómasdóttir 3.
Já, við tökum okkur smá pásu og svo bara aftur leikur eftir korter Ekki fara neitt. Þökkum Söru Dögg kærlega fyrir að standa á vaktina inn á kamerunni. Vonandi til að vera næsta leik líka bara, það stendur svo ógstæð og þarf þess ekki, en það væri gaman. 3 flokka kallaðan eftir, við þökkum fyrir okkur í bili. Og bless.